Þá höldum við áfram í föstudagsþættinum og næst ætlum við að fræðast aðeins afmælishátíð Háskólans á Akureyri sem hefst á sunnudaginn og við fengið til okkar formann afmælisnefndarinnar og reyndar dagskrárgerðarmann hérna á N4 og alls konar tengingar. Velkomin Sigrún. Takk. Hvað getur þú sagt okkur þessa afmælishátíð? Þetta eiginlega bara eins og veisla í gamla daga, stendur í marga daga. Starfsfólki ætlar að byrja í kvöld með árshátíð, það svolítið snemmt og 20. hít á árshátíðinni en þannig ætlum við að hafa þetta og það semst afmælispartíið okkar. Svo verðum við með opið hús á sunnudaginn og byrjum reyndar að morgninum með hátíðlega dagskrá sem að byrja klukkan 10:30 og svona fyrir valda gesti en opna húsið fyrir alla og við vonast náttúrulega til að allur bærinn komi til okkar í góða veðrinu. Og svo heldum við áfram á mánudag og svo sjálfur afmælisdagurinn 5. september, hann á þriðjudag og það dagur nemenda. Þannig að þetta bara veisla í marga daga. Og það ekki nóg með þessi verði veisla í marga daga núna, þetta búið að vera afmælisár þar sem búið að vera ýmislegt að gerast hjá. Við byrjuðum eiginlega afmælisári 1. desember í fyrra með þjóðfundi fyrir ungt fólk á framhaldsskólastigi hér á þessu svæði. Alveg ofboðslega skemmtilegt og svo erum við búin að vera að allt árið og rauði þráðurinn í gegnum allt þetta afmælisár það að við viljum tengjast nær samfélaginu betur. Gera skólan opinn og aðgengilegan fyrir fólk og að eigi erindi til okkar og eins líka að við förum út úr skólanum og blöndum okkur meðal fólks. Og við vorum með vettvangsferði til dæmis í sumar. Örafaferð, við vorum með sveppaferð, fræðslu og allt mögulegt. Þannig að við höfum verið mjög duglega á þessu ári. Einu svona var talað háskólasamfélagi sem svona hálfgerðan lokaðan fílabeinsturn þar sem akademíur sem væru með góðar háskólagráður áttu aðeins erindi inn. En þetta virðist að breyta, svo hvers vegna vill háskólinn greinilega breyta því og löngu kannski breyta, þetta dramatist og aðeins aftur í tíman, en af hverju að breyta þessu? Við náttúrulega bara viljum vera aðgengilega og við viljum vera sýnilega og við höldum að það sé alveg sérstaklega mikilvægt fyrir unga fólkið að það fái tækifæri til að kynnast þessum skóla og sjá hvað í boði þar og eins líka bara foreldrar að þeir uppgötu hvað í gangi í þessum skóla. Við höfum verið með vísindaskóla unga fólksins núna 3 síðustu ár og það líka liður í þessu sama. Það að opna skólan og vekja athygli á því að maður þarf ekkert endilega að fara til útlanda eða til Reykjavíkur til að fá gott háskólanám. Segðu mér, þú náttúrulega starfaði lengi sem dagskrárstjóri á RÚV og hefur þar af leiðandi verið dálítið hoppandi á milli Reykjavíkur og Akureyrar og kynnst náttúrulega samfélaginu öll á Íslandi. Hvernig myndið þú sko af því að oft sér fólk öðruvísi eitthvað sem alveg fyrir framan þá eins og Háskólann á Akureyri. Hvernig myndir þú svona skýra þitt mat á gildi skólans bæði fyrir þetta samfélag hér og kannski Ísland í heild sinni? Ég náttúrulega þekki þennan bæði fyrir og eftir háskóla og mér finnst ég myndi ekki vilja búa hérna eins og bærinn var fyrir skóla. Þannig að mér finnst hann hafa alveg skipt sköpum fyrir bæjarlífið. Hingað hefur komið alveg fullt af góðu og velmenntuðu fólki og svo kemur náttúrulega unga fólki og margir setjast að hérna. Þannig mér finnst þetta hafa alveg svona fært nýtt blóðinn í þennan bæ. En það sem ég tók eftir þegar ég kom hingað fyrst og það gildir enda líka RÚVAG, að það svona vanmáttarkennt. Það eins og fólk áttir sig ekki á því hvað það að gera góða hluti og það heldur alltaf að það sé eitthvað miklu flottara fyrir sunnan sem það bara alls ekki neitt. Þannig að það eiginlega það sem að ég sá alveg strax. Það kannski þú einmitt bent okkur á þetta hérna á N4 og fleirum að vera, en við gerum þetta einhvern veginn, það skríti hvernig þetta gerist að upplifa sig einhvern veginn svona eins og maður sé pínu minnumáttar á þess að nokkur sé að segja það eða gera það í staðan fyrir einmitt að sko vera dálítið. Við erum bara stoltur af því sem að maður stendur fyrir og við erum búin að fá fullt af kveðjum út af afmælinu og meðal annars fengum við eina kveðju hérna frá Steingrími Hermannsinni sem var hérna menntamálaráðherra þegar skólinn var að fara af stað. Og hann segir svolítið sem að ég held að sé ágætt ef ég má lesa þetta östuð sko. Hann segir Háskólinn á Akureyri fyrir löngu orðin sú sterka og fjölbreytta menntastofnun sem að vonir stóðu til í upphafi. Þeir fundust raunar sem sögðu óðsmannsæða setja á fót háskóla í höfuðstað Norðurlands og reyndu mjög að draga úr ráðherra við stofnunans. Þeir töldu hætt á hann yrði annars flokks og nærværa styðja betur við Háskólann syðra. Auðvitað var þetta tómilsa, segir Sverrir. Fyrstaflokks háskólafólk kemst ekki hjá því að byggja fyrstaflokks háskóla. Gæfa Háskólans á Akureyri hefur ávallt verið sú að þangað hefur fengist úrvalsfólk
úrvalsfólk til allra verka. Og ég held að þetta sé eiginlega það sem að þessi skóli stendur fyrir. Þetta bara flottur fyrstaflokks skóli. Nákvæmlega. Og magnað að fá svona kveðjur. Já, yndislegt. Þannig að þið fáu bara gesti, kökur, gleði og svo náttúrulega bara einmitt samfélagi. Það hvetja alltaf svolítið til að mæta. Við náttúrulega vonumst til að fólk alveg fylli skólan á sunnudaginn og við erum með eitthvað fyrir fólk á öllum aldri. Krakkarnir geta komið og skemmt sér í hoppukastala og það verður þarna alls konar sprengisýningar og allt mögulegt og svo náttúrulega alvaran líka. Já, allt í bland. Allt í bland eins og það vera. Og terta. Yes. Yndislegt að fá þig og bara við öll til hamingju með þennan áfangi. Ég hlakka svo til að fylgjast með og taka þátt í framþróun hans. Takk. Og þá ætlum við bara að segja þessu lokið í föstudagsþættinum í dag, eigið yndislega helgi.